Erfið tap, lítið varnir í svona leik og dálítið erfitt fyrir einhvern veginn að komast í af stað þegar að Cedric Bowen fer bara út af í fyrsta leikluta, Arnaldur Gríms eitthvað sem dálítið tæpur og eitthvað vantar kannaðist. Er ekki dálítið erfitt að byrja seasonið svona, vantandi menn? Jú, ég er bara, fyrst vil ég segja, ég er bara ótrúlega stoltur af liðinu í kvöld. Ég er bara að sína frábæra baráttu og eftir síðasta leikið á báðum við þá að taka svona atriði sem að koma ekkert gæðum eða hæfileikum við, heldur bara hjarta og ástríðu og baráttu við og gera eitthvað með það frekar. Þeir gerðu það og ég er bara mjög stoltur af þeim fyrir að hafa gert það. En því sögðu, auðvitað er mjög slæmt að koma inn í tímabilið og vera ekki með Kanan og Arnald á öðrum fætinum og Cedric bara í börum hérna út eftir 5 mínútur. Þannig að það er mikil hæð sem okkur vantar og hún skiptir sköpum í dag eins og kannski sást. En ég meina, það er samt alltaf bara 5 og 5 leikmenn inn á hvaða tíma sem er 115 stig, það er rosa, það getur ekki verið sátt við vörninni á liðinu. Þetta er náttúrulega mjög hraður leikur, bæði lið vilja spila hratt. Þeir voru að keyra í baki okkur og við líka, 89 stig er bara fínt sko, en 115 stig er sjálfsagt mikið, en að því sögðu þá eru þeir að starta sóknarfrákastum og ná þar örugglega einhverjum 20 stigum í viðbót þar með því að hafa rauninni taka annan sénsinn. En þú veist, þegar þú ert með 3 byrjunarliðsmenn átt, þá er þetta erfitt. En aftur, ég er bara hrikalega stoltur af strákunum sem voru að spila um leik. Ég skil þig. Þarna, svona lókum bara svona, hvernig er von á munum tilbaka þess? Hversu slæmur er Cedric? Getum við átt von á því að fá Ármann, hvað að segja, fullum styrk í næsta leik? Veistu hvað, ég vil helst ekki ræða. Ég meina, auðvitað erum við að vinna öllum árum af því að það gerist. En hann fór inn út í börum núna, þetta leit ekki vel út. Kaninn, það er áfram eitthvað vesen á pappírunum þar. Þannig að ég bara leggst á bæn að það verði komið í lag. Ef Cedric er úti þá þurfum við nú eitthvað aðeins að skoða hvort við þurfum ekki einhverja viðbót. En ég vona að Cedric sé í lagi. Og við bara, körfuboltafjölskyldan óskar öllum bara góðra heilsu og allir komist og getið spilað fyrir ykkur. Algjörlega, við hlökkum til þess að vera með fullt lið. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þess.